Góðan daginn ágætu menn og konur. Og við þurfum vist að mæla tíman á þessu stað. Við erum mikið tímafólk hér og þú ert mjög hrifin af tímaköllum og kellingum. Og þess vegna sinnum við þessu öllu saman og gerum með gleði. Sjálfur kann ég ágætlega við að vera með einhverja reglu á þessu hjá mér og gera þetta, já, kannski vanabundið, ég veit það ekki, örugglega. En sumur vani nú bara ágætur og það alltaf að halda sig við hann. Þannig að við þurfum ekki að kúvenda öllu hjá okkur tvisvar á ári bara til þess að vera með sjálfan sig svona uppundið að rólegan. Leiðin til staðar og hann hverfur aldrei, að við þurfum að vinna með hann. Þannig að sé ekki að stjórna okkur frá degi til dags og þegar honum sjálfum eiginlega bara dettur það í hug. En það nú eitt af því sem að trúin getur gert, gerir fyrir okkur að hún eiginlega, ef hún fær að virka eins og hún vill virka, þá engin leiði hjá okkur. Og það mjög eðlilegt. Segir ekki orð Guðs að Jesús lífið sjálft og trúum við því ekki að hann sé þetta? Hann lítur þó að geta gert lífið okkar, já, bara lifandi líf, en við sjáum að til þess að það sé, þurfum við að vera í honum. Hafa gaman að því að fara eftir orðið eins og svo framvegis. Þetta lífið. Það að fylgja Jesú og þá dettur að dautt af okkur, þetta nú lífssektrindar, þá dettur að dautt af okkur, þá, eitthvað sem að vil kalla fram í okkur leiða. Og í leiðanum gerum við ýmislegt vegna þess að okkur leiðist. Auðvitað sleppur engi við það og þetta sér Guð strax í fari fyrstu manneskjunar sem auðvitað bara vísbending til mín og okkar það að Adam var bara eins og ég. En hann var einn karlreið og hann átti þetta, svo sá drottið að hún var farið að leiðast. Hann eiginlega nennti þess ekki lengur. Það var vegna þess að hann hafði engan sér líkan aðra manneskju til að lifa lífinu með og svo framvegis. Og þannig þetta nú hjá okkur að við lifum lífinu með fullt af fólki og náið með séu menn giftir menn, eins og margir nú ekki allir, að þá lifa nánu lífi við sinn maka og svo alla sína fjölskyldu eða fjölskylduna, svona nær fjölskylduna sem að þau gátu saman. Þannig að þau hafa hvort annað, en þetta sér Jesú, sér Guð Faðir, að brjótast í Adam. Þannig að þetta eitthvað í okkur sem bara meðfætt, sem kallar fram ákveðin áhrif við ákveðin skilyrði. Leiði til að mynda að hann vaknar bara. Við sjáum að því hann vaknar, þá hann til staðar í okkur, hver sem við á eftir og hvað sem við síðan að fást við. Þetta segir okkur það að það ekkert verra að vera starfsum manneskja, svolítið frjó í hugsun og svona tilbúin til að gera eitt og annað sem þarf, því að það mitt aðgerðarleysið, það gerir ekki neitt sem fær okkur, sem kallar yfir okkur þennan leiða. Og að því að við svona
kannski lítil í okkur með skerta sjálfsmyndi svo allt og margir eru, að þá einhvern veginn treystaði sér ekki til þess að gera neitt, og maður sem að gerir ekki neitt, að hann fyllir rúmið sitt með einhverju sem að slæfir svolítið þennan leiða og lætur hann jafnvel hverfa, og að nota til að mynda efni einhver til þess að gera þetta tímabundið ástand, því að allt sem olli leiðunum bara liggur hann í dvala, svo þegar hinu líkur, svona tímabundið allavega, þá vill þetta allt saman vaða fram aftur. Þarna þurfum við að gera breytingar á, og sumir gera það. Við sjáum alla þessa íþróttaiðkun og hobby íþróttaiðkun hjá til að mynda rosknu fólki. Þetta til þess að bæði að þetta ágæta fólk hafi eitthvað að gera, til að því leiðist sjaldnar og aldrei kannski. Það svona markmiðið. En ef þú ert ekki að gera neitt af þessu, þá ert þú einminn bara að kalla yfir þig hitt. Og það leiðindir ástand að láta sér leiðast, því að það veit ég, og það vistu sjálfsagt með mér líklega, að það þarf engum að leiðast. Við getum gert svo ótrúlega margt, þó við séum ekki að reyðja eða móka skurði og eða gera eitthvað svoleiðis, eða vinna í lóðin eða eitthvað svoleiðis, þá bara hugarflugið það oft svo frjótt hjá mönnum, að það eitt og sér bara kalla fram eitthvað sem þú ætlar að gera með höndunum. Þannig að þú hefur fullt af hæfileikum. En þú virkar þá kannski ekki, vegna þess að þú hefur þig aldrei í það. Og menn sem hafa sig ekki í neitt, eru að í raun að vera að fóðra sig á þeirri framtíðar músík, að leiðin komi yfir það aftur og aftur. Ef að þú vilt ekki gera neitt í þessu máli, þá bara verður þetta svona. Þá verður þú bara þessi leiða manneskja, og það láta sér leiðast og gera ekki dýði, það kalla svo margt annað fram sem vond. Við þekkjum að maður sem situr undir sjálfum sér að hann fyrir að hugsa margt, og það ekkert allt gott sem að koma í gegnum þessar hugsanir okkar, og kannski fæst gott. Þetta svona vettvangu fyrir villidýrið í okkur. Og þetta þekki nú hvert mannsbarn. Þannig að þú sérð akkin í að fá Jesú inn í myndina, sjálft lífið. Akkin í að hann miskunnar sig yfir þig, náðar þig inn í sitt ríki, og þú fer að lifa samkvæmt því skipulagi sem þar og þú áttar þig á að þar eru nektir. Og hvað eru nektir? Þú þarft ekkert meira, heldur en bara það sem þar Og í trúnniðinni þurfum við fyrir að rækta hana, og þá má hvetja menn til þess að gera það. Og þá fyrir að seilast í eitt og annað, því að Drottinn segir sjálfur að allt mitt sé þitt. Og við töluðum áðan nektir, þannig að við erum inn í nektum, en ég þarf að teygja hendurnar mínar eftir þeim og nýta mér þessar nektir eins og ég þarf á að halda. Og maður sem hefur þessa hugsun, eða manneska sem hefur þessa hugsun, ég held að henni muni aldrei leiðast. En það þarf auðvitað að virkja þetta allt saman og það þarf að vera vakandi fyrir þessu, því að þó við eigum trú á Jesú, þá í sjálfu sér engin munur á mér og manni, eins og ykkur sagði. Ég þarf að gera þetta allt, og ég hef hjálpara og huggara við
að virkja þetta í mér, og það sem vill virkja í mér, góða partinn í mér, það er trúi mín á Jesú. Hann er alltaf það sem stendur eftir, trúi mín á Jesú. Akkur gengur mönnum svona illa að festa sig við þetta? Vitið það, gerfinni, ég veit ekkert hvort mönnum gengur illa eða vel að virkja trúna í sér. Ég bara hef ekki hugmynd það. Þegar ég er bara ég. Og ég verð nú að viðurkenna það frammi fyrir þér, að mér hefur gengið ágætlega að virkja trúna í mér. Trúin í dag, og reyndar ég nú heppinn maður, hefur verið mín ær og kýr alveg frá því hún fyrst var til í mér, eða með öðrum orðum virkjaðist í mér. Þá hef ég bara verið á þessari leið, og ég hef leyft mér að vaksa á þessari leið, og ég er raun og verið sé ekkert nema samfylgdina við Jesú í dag. Ekkert. Hvað sér þú? Mér kemur það bara ekkert við hvað þú sérð, en ég veit alveg í hvað umhverju ég lifi, og ég segi þér það, að þarna verði ég áfram. Ég séð marga yfirgefa svæðið, það er rétt. En þó að margir yfirgefa svæðið, þá er það ekkert mitt mál. Ég veit hvar ég vill vera. Ég veit að hverju ég stefni, og við erum að tala um líf einstaklings. Og þú velur líka fyrir þig, og þú horfir á staðinn sem þú ert á núna, alveg svo ég, en hver eru viðbröðum við því? Eru þau hræðileg? Eru þau einhverja hugsanir að eitt klúður í sig uppi hjá þér? Hver eru þau? Ég get náttúrulega bara að tala fyrir mig, og nei, það er ekki eitt klúðrið hjá mér, og þetta lítur allt saman ljómandi vel út hjá mér, að því ég hef unnið vinnuna mína, já, bara allengi, og gengi á veginum allengi, og ég er á veginum. Þess vegna er engin klúður í gangi. Viljum við ekki lifa svona lífi? Jú, en við gerum það aldrei ef við ætlum ekki að söðla á neinum stað hvað okkur sjálf varðar. Þá verður aldrei af hinu. Þannig að taka sér taki og gera eitthvað annað en maður er vanur, það er lykillinn að svo mörgu. Og til að mynda getur við hafist handa við að gera eitthvað sem að lengi hefur verið kannski í deglunni hjá þér. Þú getur bara hafist handa við það núna. Eða ef þú ert í vinnunni akkurat núna, þá getur við hafist handa við það þegar vinnudegi lýkur. Og byrjað eitthvað verk þar, svona sem við kallum hobby, og það er ofta lykillinn að fullt af góðum hlutum þegar við förum að sinna þessum hobbyum okkar. Það er heilmikill skóli að vera í þeim og vinna með höndum sínum við þessi hobby sín, við að móta eitthvað og skapa eitthvað og búa til eitthvað. Þetta er það sem að maðurinn á að gera. Hann á að vera með hendur sínar í að búa til eitthvað. En að því hann það er ekki allir sem ganga með Guði, að þá vilja þær búa til eitthvað sem er ekkert gott. Öndvertið hann sem á Jesú í hjarta sínu og er uppljómaður af dýrð drottins, hann er náttúrulega með sínar hendur og þarf að virkja þær eins og allt annað fólk, en hann vil láta koma gott af sínum höndum. Aftur sjáum við að það er himinn og haf, það er svart og hvít mynd sem við verum að birta. Svarta myndin, þar eru verk óvinarins, hvíta myndin, þar eru verk trúarinnar, því að þau hafa alltaf blínt á Jesú sem er ljósið sjálft. Svona þurfum við að sjá þetta, og þetta er það sem að trúin gefur okkur að sjá,
Og margir eiga trú, en hugleiða þetta ekki kannski með þessum hætti, og það er verk kennslunar, predikunarinnar og áréttingarinnar að blína á þetta og hjálpa fólki til að sjá þessa hluti. Og það horfir í hendur sínar og segir við sjálfti, þessar hendur munu framvegis gera það sem er gott, ekki það sem er betra, en það sem er gott. Þegar eitthvað er orðið gott, þá var það orðið betra en betra. Það er bara orðið gott. En það var kannski fyrst til að byrja með betra, en svo þróaður þetta betra upp í það að það var gott. Eitthvað sem þú sáttur við og vilt og setur stoltur fram. Hvað setur þú stoltur fram? Ég veit ekkert það. Mér varðar ekkert það. En ég hef sett margt fram sem ég er mjög stoltur af. Vegna þess að það liggur gott á bak við það, til að mynda þessi þættir. Þú viðurkennir það nú með mér, þeir séu nú harla góðir. Og þeir tala inn í líf mann og kvenna með margvíslegum hætti. Kemur þessum manni ekkert við. Kemur honum einu við sem hann þjónar. Og ég held þú vitir alveg hverju mann þjónar, þessi náungi. Og þjónar Jesú. Sem á undir högg að sækja, og það er engin ný frétt. En ég sé að Drottinn er að gera heilmiklar breytingar hjá sér. Hann er að svona staðfesta trúna í fólki betur, og þetta fólk sem á til þessa trú, það er að stíga fram og það mun stíga fram, en hinir sem ekki eiga þessa staðfestu trú munu detta af vagninum. Og hver sér þetta? Ekki ég. Ég set engan út fyrir, hef ekkert leyfi til þess. En vegna þess að kirkjan er lifandi, Jesú er lifandi, og hann á kirkjuna og hann á söfnuðina, þá er það hann sem sér þetta. Hann gefur öllum séns, allan séns sem þarf, en ef hann sér að það er ekkert að gerast í þessu rann og hinu hjá manneskju, þá enda mér því, hann rífur hann upp, hendir henni frá sér. Það er til fullt af stöðum í Biblíunni nákvæmlega þetta. Og þarna eru við aftur komin að staðreind sem er orðið sjálft sem við þurfum að lesa. Við þurfum að hætta með þessar kenningar sem að ganga, eru bara frasar sem að menn, ef þeir skoða nánar, sjá að standast ekki það sem Biblían er að segja. Og hverjum er það að kenna að frasar sem að svona orka tvímælis ganga og verða einhver staðreind fyrir fólki út frá trúnni, það er vegna þess að menn er að láta mata sig. Þeir taka við orðum þaðan og þaðan vegna þess að treysta þessari mannesku svo vel, það er alltaf að treysta mannesku vel. En þú verður alltaf að eiga þetta til sjálfur og sjálf fyrir þig sjálfan. Þess að þú verður að bera ábyrgð á þinni trú sjálfur og sjálf. Það getur enginn borið ábyrgð á þinni trú fyrir þig. Það er ekki hægt. Og þessi frasa guðfræði eins og ég kalla hana, hún er háskaleg. Hún er með alls konar uppi sem að allavega ég hef ekki séð staf fyrir í orði Guðs. En samt gengur þetta alveg lón og dón. Hvað er þetta? Hvað er þetta annað að vilja fara þægilegu leiðina með sína trú? Og við veitum alveg að fólk vil gera þetta og það, fólk vil gera hitt og það gerir þetta og hitt og fólk sér það, söfnuðin sér það og gerir eins. Þetta er að apa upp eftir öðrum
án þess að kanna málið. Og hvernig kanna ég málið? Það er einfalt. Ég kanna það með orðið Guðs. Ég læs manneskja, ég ágætlega gefin manneskja og get gert eitt og annað. Og ég geri það. Og ég set mig inn í það. Þess vegna tala ég eins og ég tala og ég sé að sömu frasar, maður spyr sér býtu við, en hvaðan er þetta komið? Þetta gengur í söfnuðanum. Búin að gera það, já, alveg síðan ég fór að koma og kynna þessu söfnuðum. Af hverju er það svona? Eins og við vorum að tala um áðan, það er vegna þess að menn er að apa upp eftir hvorum öðrum á þess að leita heimildana þar sem að rétt og satt er sagt, og það er orð Guðs. Þannig ef við leyfum þetta, þá erum við án afsökunar. Við erum bara kærulaust fólk. Við erum í raun að lítilsvirða orð Guðs. Og hver er þú, maður, sem velti lítilsvirða orð Guðs? Þú ættir ekki að vilja það. Og ég veit að trúin í hjartaðinu, hún vill það ekki heldur. En stundur kemur hann ég upp og hann bara gerir eiginlega það sem hann vill sjálfur. Og það er vandinn. Og núna skiljum við betur hvers vegna Kristur talar mikilvægi þess að deyja sjálfum sér. Og þá er hann að tala ég held að menn viti nú hvað við átt er við, að við deyjum okkar skoðunum og við deyjum okkar hugsunum og segjum, rísum upp, þetta er ákvörðun, myndu það. Ok, ég skil ekki allt í orðinu, en ég ætla samt að trúa orðinu. Þetta er ákvörðun. Og þessi ákvörðun, hún byggir á bjarginu og ég segi, hún er rosalega mikilvæg. Ég veit þetta vegna þess að ég tók þessa ákvörðun einu sinni og ég hef staðið á henni síðan og ég hef ekki orðið fyrir neinu tjóni af þeirri ákvörðun minni. Þetta hefur verið kletturinn í mínu lífi fram til dagsins í dag. Sem sagt, ég deil ekki orðið, ég skil ekki allt orðið, en ég læta með mér í þeirri von og trú að seinna mun ég skilja þetta eins og Drottinn vill að ég skilji það. Og þetta hefur oft gerst. En ég deili ekki við orðið. Og ég reyni ekki að snúa því þannig að öll mín verk séu bara harla góð. Ég get verið með harla góð verk. Ég nota orðið, ég lifi orðið, ég lifi mína trú. Þá verða verkið mín harla góð og mér er ekki við neinni hrösun hætt. Þetta er að ganga trúarinnar veg. Þú sérð að það er einstaklingur sem er að tala, einstaklingur sem vil bera ábyrgð sjálfur á því sem hann er. Ef ég get það, þá getur þú það líka. Ég geri þetta í minni trú. Hún er aflið sem hefur fengið mig út í þessa vegferð. Ef þú vilt gera eins sem ég hveti til, þá skaltu leyfa trúnni að stýra þér og stjórna og leyfa henni frá með þessu andartaki að gera það. Og þá, minn kæri vinur, er þér ekki við neinni hrösun hætt. Þannig þú sérð mikilvægi þess að bara deyja sjálfum sér. Þetta er ákvörðun, vissir það? Þú treystir þér ekki í það. Þá kemur trúin upp og segir, trúin skal hjálpa þér við þetta. Trúin í þér er nefnilega lifandi afl, vissir það? Og hún fær stærri part af þér og verður meiri klettur fyrir þig í þínu lífi og allur óheiðarleiki og allt sem áður hefur kefjað þig og haldið þér frá því að njóta lífsins eins og skildi, þetta dettur út smátt og smátt. Og hvað kemur inn í staðinn? Heiðarleiki. Ef ég get verið heiðarlegur sem ég er,
getur þú það líka. Og ég verum að tala hér leiðina sem gerir okkur að þessu stálheiðarlega fólki. Við fylgjum orði Jesú, við viðurkennum hann sem leiðtoga lífs okkar og lífs okkar, og við fylgjum honum og gerum það sem hann er að bjóða og ljáum ekki máls á neinu öðru vegna þess að við skildum loksins hvað það merkir að hafa dáið sjálfum sér. Það er þá sem við förum að lifa þessu góða kristna lífi. Með allt þessa vitleysu fyrir utan sig. Og þetta er hægt að því Drottinn náði þessi inn í sitt ríki og það ríki gerðan fullkomið. Fyrir hvern? Manneskju. Þannig að þú með þinni breytni og þinni ákvörðun hefur ýtt öllu illu til hliðar við þig. En auðvitað stendur eftir holdið þitt. Og það býr til afskólan hugsanir. Þannig að þér líður kannski ekki alltaf neitt rosalega vel. Samt ertu, þótt þú sért kannski í alls konar ásigkomulagi, þá ertu þér samt ekkert meðvitaður neina synd og það er styrkurinn. En ef þú ert þjófur, þá veistu af henni og þú veist að það er synd. Þannig að þú drattast með margt og þú losnar ekkert við þetta þegar þú gerir málinu. Þetta er mín leið, þetta er leið allra og verður líka þín leið. Þannig að þú sleppir ekkert við þetta. Þú sér ekki hvernig þú eigir að hætta þessu, því að hitt er orðið svo mikill partur af þér. En ég segi, það er hægt að láta af öllum löstum. Öllum löstum. Jú, með þess vegna fékkstu þína trú. Það var til að láta af öllum löstum og lifa heiðarlegu, ærlegu lífi með Jesú. Þess vegna kom Jesú og gaf þér trú með sér, trúna sína. Og hann gerði meira. Hann opnaði fyrir leiðin inn í söfnuð til að þú getur styrst þar og eignast þína líka þar. Ekki misnota söfnuðið þinn. Það er mjög rangt. En það getur það ekki hvort er nema í einhvern skamman tíma og svo ekki sögunni meir. Og þar vilt ekki enda. Þannig að nú ætlar þú að taka þér taki. Nú ætlar þú að segja skilið við þetta gamla í fariðinu og taka upp nýtt líf. Þannig það er ekki bæði haldið og sleppt í þessu. Enginn á okkur hefur afgreitt enginn á okkur getur haldið og sleppt og lifað þessu kristna trúarlífi sem er kletturinn. Hvað gerist? Þú kemur allslaus til klettsins. Það er það sem gerist. Og á klettinum færðu þá uppbyggingu sem Kristur hefur handað þér og hann gerir þig að þessari heiðarlegu, ærlegu mannesku sem þú þráir að vera. Mundu það? Hann er góður. Hann elskar að sjá þig lifna við og verða manneskja sem vinnur heiðarlega með þínum höndum. Heiðarlega. Þú sér það þessu að það geta allir tekið sér taki. Það er enginn sem er vonlaus. Og svo er það spurningin, hvað viltu? Hvað er að hindra því að þú verðir þessi ærlega manneskja? Þú veist hvað það er sem hindrar því í því. Mundu það.
Þannig að það sem að fá þig í þetta skaltu losa þig við og þú veist þetta. Þannig að þú veist margt, þú veist fullt af hlutum. Vandinn að þú hefur ekki gert það til þessa. Að því þú hefur átt trú sem að stundum stendur hátt en stundum hún bara undir fótunum á þér. Og meðan ástandið svona, myndu aldrei ná árangur í þinni trú. Aldrei. Þess vegna hættu við og gefum út yfirlýsingum það að við ætlum ekki framar að rífast við Biblíuna. Við ætlum að trúa henni, en getum jafnframt sagt þó við skiljum hann ekki. Þá ætlum við samt að trúa henni. Með öðrum orðum, ég kem ekki framvegis gegn orði Guðs. Hvorki með orðum mínum, né verkum mínum. Er þetta hægt? Í trúnni er þetta hægt, já. Og þú vaknar áratugum seinna, trúin heldur bara áfram, og ert ekki neins íls meðvitaður, ekki meðvitaður neina synd. Það er allt hægt, minn kæri, ef við bara viljum það. Og þetta góða sem við viljum, getum við átt fyrir okkur. Við veitum hvernig það og kemur í hendi. Við veitum að ef við gerum verk trúarinnar, þá erum við að gera góð verk í hendi. Eitthvað sem við eigum. Og hver vill ekki þetta? Ég þrái sjálfur að eiga þetta. Og ég þakka Guði fyrir það að ég á helling af því. Hve mikið ég áttur að fá í viðbót veit ég ekki. En ég keppi að því að fá meira. Og ég ger ekki neitt sem rangt mér vitanlega og því með pálmann enn í höndunum. Hvaða pálma ert þú með í höndunum? En að fallegur, líflegur og glæsilegur þetta eitthvað bara drasl sem að bara lafir eitthvað neginn hérna fyrir ofan hendina þér. Hverju ert að veifa? Þú getur veifað sama og ég. Glæsilegum blómvendi, fullan af lífi og fegur. En þú verður að velja þetta. Ég veit að þú vilt þetta, en þú verður að velja þetta. Þess vegna ætlar að leggja það niður sem hefur hingað til hindrað í að gera það sem er rétt og fara nú að gera rétt. Það er öllum mönnum við bjargandi, það maður búin að sjá aftur og aftur. Og allir þeir sem að stigu upp úr sinni eymd og volæði og öllu sem að hrjáði, þeir gerðu það að undangenginni ákvörðun. En ákvörðunin kemur ekki fyrir þú sérð meinsemdina. Hingað til hefur verið hula fyrir meinsemdinni, hvað raunverulega að. Og ég þekki hann sem getur hent þessari hulu burt. Þú veist að hann heitir Jesús og hvað blasir við? Meinsemdin. Og þú segir, ég ætla að takast á við þetta. Ég ætla að íta þessu til hliðar. Þetta verður ekki framar mitt hlutskipti. Og það svo verður. Þú ert með allt til þess. Þú ert með sjálfan himinin með þér til þess. Þannig að þér ekkert að vanbúnaði að gera þetta. En þú veist, alveg svo ég, að þú hefur frjálsan vilja. Og þú veist, alveg svo ég, að til hans getur alltaf gripið.
Og til þess gamla getur þú alltaf gripið. Þannig að þú tekur aðra ákvörðun. Þú segir, ég vil ekki framar grípa í þessi gömlu ráð mín sem að koma mér alltaf í klandur. Þetta er að lifa trúna, í trúnni, vera í trúnni og elska sína trú. Það er þarna sem að trúin er hvað mesta gagni, hvort sem er fyrir mig eða fyrir þig, þegar við sjáum og ákveðum með sjálfu okkur að hérðan af að þá verður breyting á þessu. Og það gerist. Og þú tekur það aldrei inn aftur. Aldrei. Það er svo greift í hjartaðið, þessi ákvörðun, hún er svo greift í hjartaðið að það er ekki, þú lærið ekki máls á því framar. Er þetta hægt? Ég er eitt eini maðurinn sem að svara þessu, jú, þetta er víst hægt. Fullt af fólki segir þetta með mér. En þú ert ekki kannski ennþá farin að segja þetta með mér. Af því þú treystir þér ekki ennþá í það. En samt er þetta með allt sem ég hef í þér. Og engin munur á. Og munur helstu sá að ég valdi að nota þetta mér sjálfum í hag, en þú er ekki ennþá gert það. Af því þú er ekki vilja sleppa frá þér því sem að hefur hingað til fengið í alls konar. Þú vilt ekki sleppa því. Það er vandinn. Og þetta er ekki eini vandinn sem að bara er hjá þér. Við öll höfum verið á þessu stað að þurfa að velja og vera í vandræði með að sleppa einhverju. En svo sáum við, tókum ákvörðun og þá fóru hlutir loksins að breytast. Eitt skref í einu. Og þannig virkar þetta, þannig er þetta og þannig hefur þetta alltaf verið. Og það er engar hjáleiðir framhjá þessu, því get ég lofað þér. Þú verður að takast á við verkefnið og trúin segir við þig, Drottinn mun standa með þér í þessu. Þannig hafðu engar áhyggjur. Ég er búin að ganga með Guði í 35 ár og ég veit mátt hans og megin. Ég margoft upplifað mátt hans og megin og ég er enn að upplifa þennan mátt hans og megin og hvað hann er. Og hvað er hann? Hann er friðarhöfðingi. Hvað sem þú segir, þá er Jesús friðarhöfðingi. Og hann rær að öllum árum að þú sért líka með honum þessi friðarhöfðingi, þar sem þú ert. Og oft hefur þú komið á friði þar sem þú ert. Af hverju? Að þú vilt hafa frið í kringu þig. Og það hefur líka séð, trúi ég, að öllum líður miklu betur þar sem er friður. Ég hef séð þetta sjálfur margoft. Þannig að við setjumst á strákin í okkur, pörupiltin í okkur, og okkur langir rosalega til að sleppa honum lausum, að við höfum lært það og séð það að hitt er bara svo miklu betra. Þannig við viljum ekki skipta. Og það er ákveðin lausn. Og það er ákveðin skóli og lærdómur. Þannig að verkefnin eru ærin. Við höfum ekki að sleppa því að vera með markmið þannig að þau gefa okkur gæfu, já, og frið og kærleika hvort til annars. Þetta er allt vinna. Ef þú vilt ekki vinna þessa vinnu, þá færðu hana heldur ekki. Og það er eitt af því sem við lærum, að við þurfum að hafa fyrir hverjum sem er, öllu þurfum við að hafa fyrir.
Og ég hveti til þess að vera fúsmanneskja og allavega hafa verið lært svo mikið að þú vitir að þú þurfir að hafa fyrir einu og öðru. Enginn sleppur og ekki heldur ég. Og ég ekki heldur að biðja neina undanlátssemi við mig í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Freyþórsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.